Blessuð, kæri hér. Hvað segir ég gott? Ég laði afsaka hvað ég búinn að vera upptekinn út að ég þurfti að hjálpa pabba upp í vinnu og það tók einhver tíma. Þannig að ég bara afsaka mig fyrir að hafa ekki getað sett neitt á netið undanfarið. En ég alveg komin hingað núna, þannig að hlutirnir eru í góðu lagi. Ég ákvað að fara að kynna mig meira huldufólk eftir að ég talaði við afa minn þarna og ég komst alveg ágætlega miklu. Ég las einhvað í bókinni hana Íslenskar þjóðsögur og ævintýri og ég komst allan að því þar að, þú veist, mjög oft eða algengt að huldufólk ekki áluga fólk. Síðan var ég að vafra á netinu og var að leita mér dóti. Ég komst að því að huldufólk heldur sig svolítið mikið í Öskjuhlíðinni, allavega samkvæmt skipnum sem ég talaði við. Sko, ég fór niður í Öskjuhlíð daginn með myndavélina mína fyrir svona 5 dögum og ég tók upp nokkur myndbrotar meðan ég var að labba í gegnum skóginn. Og á meðan ég var að setja myndböndin á skoða þau, þá var ég að hlusta á svona hljóðupptökur sem voru á netinu af svona gömlu fólki í viðtali og voru að tala um huldufólk og var eitthvað að tala um það. Og mér fannst það svolítið áhugavert því að á meðan ég var að hlusta þá tók ég eftir svona einhverju smá hlut í myndbandinu sem ég fannst alveg, sem var svolítið skrítið og sem passaði svo eitthvað skuggalega mikið við hljóðupptökuna sem ég var að hlusta á þá. Og mér finnst bara þetta að heyra það. Bara heyra þetta viðtal og sjá bara upp í skóginn, vera ekki bara að skoða og þú veist, sjá hvort þið takið eftir þessu líka. Því miður heldur ófróður það atriði viðurkenndi trúmanna á huldufólk. En menn hafa þóst hafa skýringar á þessu. Það eru verur sem að smígju efnið líkt og við loftið sem við öndum að okkur. En að komast í samband við þessar verur sem þetta geta torvelt eins og gefur að skilja. Þó þykjast menn hafa séð ýmis merki frá þessu huldufólki, bæði ljós í steinum og eins í bara jörðinni sjálfri. Var dálítið huldufólkstrú þegar þú varst að lesta upp? Já, ég heyrði menn tala um það. Og það var nú kona hér á heimilinu sem hún var 10 árum eldri en ég, dó í vetur. Og hún hafði séð ýmislegt svona sem ekki verður stýrt í fljótu bragði. Þar á meðal ljós í stein. Og ekki að öllum jafnaði. Hún sagði, hún var ákveðið dul á þetta, eins og flestra sem eru dálítið skygnir háttur.